Góðan daginn, góð kvöldið. Hæ, verið velkomin í soð og Guinness. Þegar ég hugsaði að gera Guinness þá var ég eitthvað að spekulera hvað ég ætti að gera. Og mér fannst einhvern veginn svona, ég fór að hugsa til Írland, svo hugsa Írland og Ísland og tengingar og eitthvað svona og þá hugsaði með mér gravy eða svona brún sósa. Síðan ætlaði ég bara að elda smá lambakjöt bara, þú veist, út af því, einhvern veginn þarf ég að flytja sósuna af disknum og upp í mig. Þannig að í sósuna, ég ætla að telja það, fyrsta lagi soð. Ég er með kjötsóð, það er hægt að nota grænmetissoð, það er hægt að nota kjúklingasoð, það er hægt að nota villibráðasoð, það er hægt að nota sveppasoð, bara, þú veist, svo lengi sem það sé soð. Og þið vitið, soð er best. Það er smjör, salt, dijon-sinnep, Worcestershire sósa, augljóslega Guinness, laukur, svartur pipar, hvítlauksduft, hveiti. Á meðan kólin eru að hitna, þá ætla ég að skera lauk. Skorinn. Smjör. Hún hitna bara á nóinu. Aðeins meira. Það er svo yndislegt að elda svona úti. Það er vesen. Við erum hérna bara úti í sveit. Fólk hérna að spjalla og hafa gaman. Bíða eftir að fá eitthvað að borða. En það er að hafa gaman. Skellum smá salti. Stjórnum nú ekki mikið hitanum hérna, sko. En hérna, við ætlum bara aðeins að mýkja laukinn. Og svo hendum við hveitin út í. Væntanlega yfir mig mestmegnis. Búum til svona smjörbollu, en bara svona létt bolla. Svona eins og ég. Næst ætlum við að henda út í smá soði. Ja. Herðu, ég held að það sé bara komið að Guinnessnum, sko. Smá fyrir mig. Og smá hérna út í. Sko, ef þið viljið ekki smjörkekkina, það væri hægt að fara með töfrasprota út í, sko, ef þið er að gera þetta heima. En ég mæli ekkert með að taka töfrasprota með í útilegu. En ég held nefnilega að laukurinn gerir þetta. Eða þú veist, Guinnessinn og laukurinn eru það sem er að fara að gera sósuna. Út af því að Guinnessinn er aðeins og bitur og þess vegna þurfti laukinn líka, sko. Herðu, næst. Það er hvítlauksduft, dijon-sinnep, Worcestershire sósan. Wow! Ég veit ekkert hvað ég er að gera núna, en uppskriftin er á Guinness.is. Þið finnið það þar. Svo er náttúrulega bara að smakka til. Það er hægt að fylgja uppskriftinu minni, en ég mæli alltaf með að smakka nóg mikið til, sko. Meira Guinness. Ég held að þetta sé að vera til, sko. Það sjá. Smá smakki viðbót. Ég held að. Maður er ekki með endalaust plássið, þá ætla ég að geyma hérna í á meðan við gerum hitt. Herðu, það sem ég ætla að vera með sósunni, af því að sósan er náttúrulega númer 1, þá ætla ég að vera með lamb, aspas og baby brokkoli. Bara eitthvað mjög einfalt og gott. Skella smá ólífuolíu yfir kjötið. Pipar. Ég set hann yfirleitt eftir á. Það er alveg óþarfi eitthvað að elda með honum. Saltið þarf hins vegar að komast inn í kjötið. Piparinn má bara vera utan á kjötinu. Skella smá sítrónu hérna yfir grænmetið. Býtum nú við, göngum nú aðeins frá. Gerum þetta svolítið snillt í þetta.
Það er sósan. Svona getið þið gert. Ég meina, þú veist, mælum með að gera þetta bara heim í stofu líka, sko. Þurfum ekkert að vera þessu úti, en ég meina, það er ekki verra að vera með þetta útsýni sem ég er með, sko. Því ég held, sko, að matur verði betri í félagsskap og verði líka betri við það að fara bara út og leika sér. Þetta var yndislegt. Skál til Guinness fyrir að láta þetta gerast. Takk fyrir mig. Óbáslega gaman að hugsa eitthvað svona hvernig á að nýta nýtt hráefni. Skál fyrir því. Jæja, já.